Góðan daginn. Þetta kallast bed hair day sko. Þetta rosalegt sko. Klukkan svona 10:10. Ég ætlaði að vakna klukkan 10 því sem er gott að sofa út á sunnudum. Ég vakna snemma á virkundum. En við erum að passa eina skvísu hérna. Og í staðinn fyrir að vekjarklukkan vakti mig, að þá vakti þetta hérna mig. Ertu búin að æla í rúmið þar, já? Ói. Það skammast þín? Ég held að þú gerir það líka. Þetta er allt í lagi, bara eitthvað lasinn. Allt í lagi, allt í lagi. Einu sinni ég reyndar sko, voru að passa hana og hún skeiti rúmið og það var ógeðslega lykt, en þetta er svona skömminni skára sko. Nú er ég að hugleiða. Heyrðu hún? Nú er ég að fara að hugleiða. Ég mátti ekki tröfla mig fyrst. Ekki ætla hann bara að vekja mig, heldur hann ætla líka eða leika hugleiðsluna fyrir mér. En ég er að vera seinn. Ég þarf að fara að drífa mig á æfingu, þannig að ég sé ykkur þar. Klárir í æfingu. Sko, eins og þið sáuð, ég veit ekki hvort þið sáuð í lokinu að þá fór boltinn í kameruna og það var allt og erfitt að hafa vlogging kitið og myndaðurina og að vera að æfa sko, þannig að ég verið að ráða bara eitthvað svona með mér. Ég að taka mig upp og ég ætla að sýna frá æfingum því að ég var ekki alveg að fíla þetta. En, hvað er það að kaupa? Coke Zero? Hæ? Hvað ætlum við að hafa mexikansk kvölda? Já, hvað viltu? Var eitthvað grænkóluna? Hvað? Eins og sjúskunska. Sylbagett. Vistu að við erum í búðinni, ég ætlaði að koma með tilvalið lífsráð í búðinni. Og lífsráð dagsins er að því skærari sem ávöxturinn eða grænmeti er, og því meiri andófsvörn, alltaf að velja ávöxturinn eða grænmeti sem er meiri lit. Þess vegna myndi ég alltaf velja þessi hérna í staðinn fyrir þessi hérna. Þess vegna er til dæmis meiri andófsvörnefni í rauðri papriku og appelsínuguli í staðinn fyrir græn. Eitt af viðbót, appelsínu. Ég myndi alltaf velja þessa því að meiri litur. Þannig að muni þetta næstu þegar þetta er í búðina. Ég ætla að fá að kenna okkur hvernig maður setur í vefju. Þetta er taco. Það er taco, segi ég. Sko, segið því síðan að vegan matur get ekki verið girnilegur, sko, því að þetta er lasið gott. Hérna erum við bara með papriku og gúrku.
Smá salsa undir, major key. Gula baunir. Gular. Ok, ég viðurkenni ekkert mjög spennandi hingað til, þannig en svarta baunir og það kryddaði bara með svona Mexíkó-kryddi. Það er bara eins og þau gerir með kjúkling, sko. Og hann fáið smá svona Mexican feeling í þetta. Síðan rúsínan í pilsendanum, það eiginlega sko tófúið hérna. Hvítlaukstófú. Hvítlaukstófú. Og síðan þetta hérna major key. Þannig að vegamatur getur alveg verið góður og girnilegur. Það er bara svoleiðis. Er þetta uppáhaldsmaturinn eða? Don't like you vlogging me. Þetta átt að ég að fara að setja þetta inn á vlog, eitthvað ógeðslega astanlegt þú talar ensku svona. Chug, passion. Þú hana, ægileg púki. Heyrðu, ég ætla að enda vlogið. Það var ótrúlega góður matur. Og enda vlogið eins og við byrjum vlogið með þessari prinsessu hérna. Það ætlum að fara með hann út að labba. Þannig að takk kærlega fyrir að horfa og bara þangað til næst.